Ok, gleðilegt nýtt ár. Það eru komin 2 mánuðir síðan ég postaði síðast myndband varandi einhverju hlutabréfa tengt. Þannig að ég held að sé svolítið bara komin tími til að ég komi með eitthvað nýtt og eitthvað nýtt efni annarkvort til að fara yfir gamalt efni eða já, fara yfir nýtt efni. En bara allavega þannig ég kenni eitthvað svona rétt lok þessara árs. Það er 31. núna, klukkan er 10 morgun og ég vaknaði fyrir 2 tímum, þannig að þetta er svolítið solid dagur eins og er. Ég var að fara yfir þess að Askur veraldar þátt 4 og það er alveg svolítið nokkuð veginn Chaos þátturinn, hann er svolítið langur þannig að það er svolítið bara fínt að hann sé, hann er einhvern veginn að halda sér inn að marka en samt svolítið Chaos. En ég er ekki með neitt planað eins og er. Það eru nokkru hluti sem ég langar að tala um, en það sem ég er aðalega langað að gera er svolítið bara að fara yfir hvernig markar er búin að haga sér síðustu daga út af því að í dag er desember, eða 31. desember á morgun í janúar, og desember og janúar þetta eru verstu mánuðir til að treyta hvort sem það er crypto, stocks, NFTs, allt þetta rugl. Þannig að ég er sjálfur ekki búin að vera aktífur á Discordinu mínu svolítið yfir höfuð. Ef ég kíkja snöggast bara síðast þegar ég posta eitthvað almennilegi, það er 17. desember, það er eitthvað sem að þá postaði ég síðast, en þessar síðustu 23. til dæmis, eða 23. desember til núna hef ég valla eitthvað verið á tjartunum. Ef við scrollum bara aðeins út þá er, já, ekki neitt, er ekki neitt. Þannig að það sýnir svolítið bara hvað ég er ekkert búin að vera að fylgjast með markaðinum. En desember og janúar eru verstu mánuðir til að treyta og ég mun ekki byrja að treyta fyrir en eftir fyrstu vikuna í janúar sem er sem sagt, ég mun ekki byrja að treyta fyrir en 7. janúar. Þannig að já, þessi markaður er svolítið búin að vera endar helviti góður út desember sem ég var ógeðslega hissa. Ef við förum bara á daily timeframe snöggast þá desember byrjar hérna, þannig að þetta er allt sem desember búin að gera. Hann er svolítið búin að halda sér innan við eitthvað x ramma, en það er bara svolítið það sem allir markaðir gera. En þið sjáu til dæmis að hann er svolítið að fara eftir allir þessum structure, eins og daily busy og svo aftur upp og svo disrespektar inversar þetta fyrir vel í gap, skal merkið almennilega, inversar þetta og svo heldur hann áfram niður þegar hann kemur aftur inn í þetta SIBI, Self-Centered Balance, Biset, Inefficiency, og þetta er svolítið það sem við viljum akkurat sjá á daily timeframe, svolítið smooth og ekkert eitthvað, einhverjir svona dagar. Þetta er eitthvað sem við viljum sjá ekki. Við viljum til dæmis sjá að ef að markaður myndi koma inn í þetta fyrir vel í gap, að hann myndi annarkvort lokast fyrir ofan það fyrstu 2 dagana eða halda áfram niður fyrstu 2 dagana. Þegar þetta eru komnir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vika straight inn í einu fyrir vel í gapi, þetta er eitthvað sem að okkur finnst ekkert eitthvað virkilega gaman að sjá. Síðast þegar ég talaði við ykkur það var 18. október, það er þá hérna, þannig að þetta er allt sem markaðir eru búin að gera frá því sem ég talaði við ykkur síðast. Þetta er alveg svolítið mikið sko. Ef við tökum bara frá þannig að já, alveg 7158 ticks frá toppi til táar, þannig að það er alveg nokkuð gróft sko. En þetta er svolítið allt búið að vera mjög smooth yfir mestmagnið. Í síðasta þætti talaði við ykkur intermediate term lows og þið muni að það er bara low með annarkvort inn í fyrir velugepi eða með 2 short term lows hliðin á hver öðru. Og þið sjáu hérna, ef ég tek út mitt heimsfræga highlighter, þá er low hér og low hérna, sem þýðir að þetta hérna er intermediate term low. Og það er svolítið nýtt sem ég er búin að læra. Það kom svolítið smá drama síðan ég fór síðast. Ég mun halda áfram að tala um þetta rétt strax. Það kom smá drama síðast þegar ég talaði við ykkur og það var sko að allt sem ICT er búin að vera að gera er hermt eftir gæði sem heitir Richard Wyckoff og hann er akkurat sko, ég vissi alveg að þessu, eða svona hafði svolítið íhuga að þessu,
en ég held að það væri svolítið að hann var að nota þekkingu Wyckoffs til að búa til sína eigin þekkingu, en það kom svolítið í ljós bara núna í lok nóvember, rétt byrjun desember, að þetta er basically bara allt bara Wyckoff, að hann hefur, ICT, Circle Trader, hefur svolítið umorðað Wyckoffs þekkingar í sína eigin. Og Wyckoff akkurat fann upp á þessum short terms, intermediate terms og long terms, lows og highs. Þeir tala að intermediate terms eru ekki drawn liquidity, en ef þau eru tekin út þá myndi annarkvort búast við að við förum harkalega fyrir neðan þau, eða að þetta verður svolítið öflugt sell-side eða buy-side liquidity. Og það sem ég svolítið búin að vinna með er að það sem heitir turtle soup, ég veit ekki hvert ég hef sagt ykkur frá því, en turtle soup er basically bara leið og við tökum einhvers konar form af liquidity, að þá munum við einfallega bara kaupa, til dæmis hérna það myndum við kaupa, eða ef við horfum einhvers þar hér, þú veist, það er ekkert liquidity hérna, en segjum bara að það sé buy-side liquidity einhvers þar hér, bara for demonstration, að það er buy-side liquidity hérna, það myndi ég til dæmis selja akkurat þegar við fyrir ofan það, eða kannski aðeins fyrir ofan það, og stopplásið mitt væri, þú veist, nokkuð hátt, þú veist, stopplásið þurfti að vera yrðilega hátt, út af því að, þú veist, það er ekkert structure hérna fyrir ofan okkur, og við myndum þá sækjast í 1-2 risk reward, einhvern veginn svona. Þetta væri þá treytið cirka, og þetta er akkurat það sem Wyckoff treytaði, bara akkurat þetta, þegar við tökum intermediate term high og low, þetta er, ég skal bara skrifa intermediate term high, bara demonstration, þetta er intermediate term low, að þegar markarinn tekur þessi highs og lows, að þá mun hann annarkvort, skjótast aftur upp, eða halda áfram á fullri ferð aftur upp, eða að hann mun koma harkalega tilbaka. Og það er akkurat það sem þið sjáuð til dæmis hérna, er að hann kemur harkalega tilbaka, hann kemur aftur inn í þetta sell-side balance, buy-side efficiency, og við höldum áfram niður. Þannig að það sem þið getur nokkuð veginn gert er að þeir sjáuð þessi intermediate terms highs eða lows, og þeir sjáuð harkalegt displacement í hina áttina, eins og þessi til við gera bearish, að þá getur þið kannski leitt til þess að selja innan í SIB-inu, ef að þið treysti ykkur ekki til dæmis til að selja turtle soupið. Já, þannig að þá skiljið það. Ef við komum tilbaka akkurat hingað, að fara yfir hennar markað, þá sjáum við tökum þetta intermediate term low, við displaceum aftur í hina áttina, sem gefur okkur þetta buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Draga þetta lengur út. Það gefur okkur það, kemur tilbaka, ég skal kannski líka draga niður OTE, svona. Kemur akkurat í 0,705 sem er bara perfect, ég held að þetta, er þetta ekki alveg bara niður á punkt hérna? Nei, ok, ekki alveg. Kemur tilbaka inn í OTE, og heldur svo áfram í hina áttina. Við getum líka dregið út standard deviation, og já, ok, standard deviation hjálpar okkur ekki, þannig að ég skal taka það út. Markarinn kemur aftur inn í OTE, heldur áfram, við fáum svo eitt skemmtilegan order block hérna, ég skal bara draga út svona venjulega, svona. Fáum order block inn í þessu consolidation hérna, þetta er akkurat eitthvað sem við viljum ekki sjá, en já, við getum svo sem ekkert breytt því. Við fáum order block og með því annað buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Við búum það til, en við fáum svo sem breakaway gap, það sem það heitir, því að við fáum akkurat annað hérna sem markarinn sækist frekar í. Við akkurat þurfum ekki endilega að koma aftur hingað niður, því lengi sem við höfum buy-side imbalance, sell-side inefficiency hérna fyrir ofan okkur, þá þurfum við ekki að koma aftur hingað. Við getum komið seinna og þá fáum við það sem heitir bara stop rate hérna niðri á þessu intermediate term low. En við þurfum hins vegar ekki að koma aftur hingað niður. Ég skal taka þetta aftur út. Við consolidatum svolítið innan við þessara marka. Við snertum þetta hérna, aftur hér og aftur hérna. Þannig að þetta eru 3 dagar sem snerta þetta busy.
Já, ég dreg þetta út hérna niðri til hinga upp, ekki vanlega eins og hér, út af því að við erum með liquidity void, liquidity imbalance, volume imbalance segi ég, alveg búin að gleyma nafninu á þessu. Við erum sem sagt með volume imbalance hér, þannig ég dreg þetta allavega hinga niður til að saman þetta bæði, fattiði. Og þið sjáum við snertum akkurat CE, mean threshold af þessum bystander balance cell set inefficiency, og við höldum áfram upp. Og þetta í all time highs, þannig að þetta stoppar svo sem bara hvað sem það vil stoppa. Það ekkit skilyrði hvar það mun snúa svo aftur við. Þannig að ein góð regla með það að þegar þið verum fyrir ofan sem sagt all time highs, eins og hérna all time highs, og við tökum það aftur út og svo aftur hérna, að þegar við erum fyrir ofan þetta að vera ekki að vera ekki að selja allavega. Þegar megi vera að kaupa, það allt í lagi, mæla ekki með því, en það miklu betra að kaupa heldur en að selja, út af því að það ástæða af hverju við erum í all time highs. Það alltaf ástæða af hverju við erum hana, hvort sem það eru góð verðbólga eða verðbólga fyrir lækkandi í Bandaríkjunum eða eitthvað fyrirtæki bara eins og Nvidia búið að standa sig ógeðslega vel. Það svolítið ástæðan af hverju markaðurinn búin að vera svolítið grænn þetta ár, aðalóta Nvidia búin að standa sig virkilega vel varðandi, þú veist, AI, ChatGPT og þetta rugl. Þannig að það ástæðan af hverju, það alltaf ástæða af hverju við erum í all time highs. Þannig að þegar við erum fyrir ofan all time highs, að vera ekki að selja bara eitthvað staðar. Ef þið ætlaði að selja, bíða eftir að 15 mínútna structure myndast, þú veist, ef við fyrir í 15 mínútunar, að bíða eftir, hérna, þetta það sem all time highs eru, að bíða eftir til dæmis eitthvað svona myndist, hella displacement hérna niður, með alveg 2 cell-set balance by-set inefficiency, þá kannski sniðugt að selja. Ef eitthvað slíkt svona gerist. En eins og hérna, þú veist, að vera að selja hérna inni, þetta ekkert eitthvað endilega sniðugt, því að, þú veist, þetta hérna væri liquidity tekið út, fatti. Þetta litla by-set liquidity væri, já, liquidity, þú veist, þetta svo lítið að það ekkert vera sniðugt að vera að selja. Þannig að við förum aftur hérna í weekly timeframeið og ég ætla að gera þetta svona. Þannig að ég ætla að fara aftur í 15 mínútunar og finna þessa línu. Þetta hún. Þannig að þetta línan hérna sem ég dró út, og þið sjáuð að við fyrir að sjá klukkutíma timeframeið. Halló. Já, hérna. Og þið sjáuð að þegar við erum fyrir ofan þessa línu hér, gera hana þykkri þannig að sjá hann öll, þessa línu hérna, að það miklu sniður að vera að kaupa heldur en að selja, því við höldum alltaf áfram upp. Það alltaf ástæða af hverju við erum hérna inn í þessu, þú veist, sem muni kannski selja hérna inni í þessu stóra hér, en ég rétt vona að þið tókuð út leið að við komum, þú veist, í þetta sell-side liquidity eitthvað svona. En það alltaf best að kaupa bara og halda áfram að kaupa þegar við erum inn í eða fyrir ofan segi all time highs. Eins og þið sjáuð það við svolítið búin að fá mikið af MMX Market Maker X model, MMXM, og eins og í þessu tilviki við búin að fá rosa mörg sko aðalega sagt, Market Maker Sell Models eins og við sjáum hérna. Ég veit ekki hvort ég búin að kenna ykkur það, en við getum farið mjög stutt yfir það, og ég á eftir nefnilega að fara yfir allt aðskur veraldar aftur til að taka svolítið glósarinn hvað ég búin að kenna og hvað ég ekki búin að kenna. Ég ekkert með neitt svona plan yfir þessu, því að það betra fyrir mig að svolítið bara jappa í eyrin á ykkur frekar en að hafa eitthvað handrit, því að þegar ég að tala beint út frá mér þá ég svolítið bara að segja frá minni upplifun og hvað ég kann, frekar en að ég að glósa og fara að leita á YouTube sjálfur, því að það svolítið það sem þið geti gert. Ég einfallega hér til að segja frá minni upplifun og minni þekkingu og hvað mér finnst best að gera, og svo getið þið tekið það svolítið saman og leira það einhvern veginn á ykkar vegu. En það sem ég svolítið búin að taka rosa mikið eftir, og aðalega eins og á hourly time frame, það ástæðan hverju ég hourly eins og að við erum akkurat búin að fá svona mörg Market Maker X models, og ég er svolítið búin að taka eftir að sum ykkar í Discordin að vinna með það,
og það er bara virkilega gott. Ég sjálfur nota þetta ekki mikið en ég hef þetta svolítið aftan í hugarum á mér því að þetta er svolítið það sem mótar markaðin. Markaðir sækist alltaf í liquidity, þannig að þegar market maker X models er að myndast þá munir þið einhvern tíma koma og taka út þessi liquidities. Við erum akkurat með eitt stórt consolidation hérna, cirka svona. Þetta er, það sem ég meina stórt er að þetta er alveg breytt, þú veist, 1227 ticks. Þetta er stórt consolidation. Þetta er consolidation þótt þetta lítur út fyrir að vera bara solid, þú veist, 900 tick trade hérna inni, þá er þetta samt consolidation. Þú treydar alltaf inn í consolidation, þú veist, ef við förum á weekly timeframeið, þú veist, fyrir okkur þá er þetta hérna allt consolidation. Þetta er allt consolidation hér. En ef við förum svo inn í daily timeframeið, þá er þetta bara eitt risastórt trade, fattu. Þú veist, ef við kaupum hérna niðri, þetta er alveg hingað upp 8.000 ticks, hingað upp 13.000, eitthvað svoleiðis. En við treydum alltaf inn í consolidation. Ef við förum aftur tilbaka í market maker X model, þá er þetta sem sagt consolidation, svo manipulation sem er þá hingað, þannig að consolidationi væri reyndar hér. Þetta væri manipulationið, ég skal gera það rautt fyrir ykkur. Og allt þetta hérna væri distribution, svona. Og það er grátt, það er reyndar blátt og þetta er grátt. Einhvern veginn svona. Þetta væri þá sell side liquidity. Þannig að þetta drop hérna, afsakið, þetta drop hér væri þá market maker sell model. Þetta hérna allt væri consolidation, manipulation, distribution. Þetta er buy model hérna. Afsakið, sorry, ég er að drekka einn monna, ekkert eðla feskgræði. Þannig að þetta væri market maker buy model upp í hver veit, þú veist, all time highs. Það væri þetta hér og þetta væri þá sell model. Við myndum þá selja eitthvað starf hérna uppi. Ég er að hugsa akkurat þetta hér væri, þetta er intermediate term high muni, wick off, þá tökum við það út rétt svo. Þetta er stop rate, þótt að sé ekki mikið, þú veist hvað er það marg ticks, 4 eða eitthvað, ja 5. Þannig að tekur út stop rate þessi 5 ticks, það er nóg. Við þurfum að minnstakosti 3 svo það telst sem stop rate. 3 ticks, það er ekki mikið, þú veist, það er bara rétt svo upp, þú veist. Það eru $15 per kontrakt á mini, þar að segja. Þannig að þetta er ekki mikið stop rate. Breytir sér buy side, actually ég skal breyta sér bara í intermediate term high. Og þetta er það sem heitir þá wake off. Sumir myndi selja hérna fyrir ofan, reyndar vinur minn Brian, hann Brjánn til dæmis í Discord serverunum, hann akkurat seldi hérna uppi. Ég skal kannski finna mynda þegar ég nenni. En þetta er akkurat svona eitthvað sem að við myndum vilja sjá. Ok, sorry, ég fekk símtal. Hvar voru við? Ég man ekki alveg hvað ég var að tala síðast, þannig að bara scratch that. Kannski kom eitthvað gott út úr í, en ég mun væntanlega að hafa það bara inn í myndbandinu. Þetta er svolítið bara one take hérna. En já, þetta væri þá buy side, wick off, sell side. En ég var að reyna að finna myndina frá Brjánni, en ég næ ekki að paste henni inn. En ég sé hana, hún er hérna vinstra með við. Hann sem sagt, hann seldi 4-1. Hvað seldi hann hérna? Þessi á 4-1. Þetta er greinlega, hann seldi eitthvað starf hér, þannig að hann seldi eitthvað starf hérna greinlega. Og hann sóttist í 7, hvað er það? 2-7. Það er alveg hérna, þessi á 4. Svona. Þannig að hinga niður. Já, þetta er treytið hans með stopplasið væntanlega frá ofan all time highs. Fuck, god damn. Ok, ég myndi örugglega aldrei ná svona mörgum ticks. 3.669, god damn. Á 2 dögum. Allavega, þannig að við höfum þetta accumulation, manipulation, distribution, accumulation,
distribution. Það svolítið skrítið að þetta væri þá kannski þetta væri þá cell-moduli grilla, því að cell-modulin hvernig þau virka að þetta accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulation, distribution. Þetta væri þá bi-modulið, þú veist, svona einhvern veginn svona og að lokum þá þessi upp. Kannski bæta þessu við líka. Þetta einhvern veginn hvernig þetta á að vera, þú veist, niður, upp, niður, upp. Þetta væri þá allt cell-modulið. Það sem við myndum svo fá aftur, færa þetta lengur hingað, accumulation, einhvern veginn svona, allt í haki, manipulation, distribution, accumulation, manipulation, distribution. Þú veist, þetta myndi þá aftur, þú veist, upp, niður, upp, niður. Þú veist, þetta hvernig markarinn oftast haga sér á stærri skala. Þetta verður aldrei svona perfect, alls ekki. Þannig að remova bara öll drawingan aftur. En einhvern veginn þá á þetta að vera, þú veist, niður, accumulation, niður, upp, accumulation, niður, upp. Og þá einnig líka, þetta svolítið ekki perfect cell-modul því að við myndum fá accumulation, distribution, manipulation, distribution. En það sem ég held að það þurfti bara þetta liquidity hér akkurat til að halda áfram að fara niður. Ok, þannig að lokum, það svona tvennt núna lokum, að ég vil svolítið fara yfir þetta 3-drive pattern. Ég veit ekki, ég tala rosa mikið það upp á topp því að þetta svolítið það sem ég hef svolítið aftan í huganum á mér. Ég noti þetta ekki en þetta gott að vita þetta. Og markarinn haga sér alltaf, hann reynir alltaf allt þrisvar. Third time's the charm, það það sem markarinn hugsar. Ef það næri ekki þriðja skipti þá mun að snúast við. Það best að nota þetta á nokkuð veginn hærri timeframes. Fyrir intraday þá var það 5 mínútur en á stærri skala þá allt upp á daily, jafnvel weekly. En ef við skoðum núna bara daily timeframeið, akkurat fyrir þetta all time highs og ástæðan okkur það ákvað að snúast við hérna, að hann mun alltaf reyna þrisvar. Þannig að við höfum sem sagt þetta buy-side liquidity hérna fyrir ofan. Ég ætla að draga það aðeins lengra svo við sjáum að við erum actually fyrir ofan þetta buy-side liquidity. Þannig að eftir við komin fyrir ofan og byrja svolítið að consolidata fyrir ofan þetta, þá hægt að hugsa þetta 3-drive pattern eða, ég man ekki hvað ICT kallaði það, ég með að glósa hérna hinum einn. 3 little endings kallaði það, ég skal bara skrifa það upp. 3 little endings. 3 little endings kallar hann þetta, ég veit ekki af hverju, mér finnst þetta stórskrítið nafn, en þetta bara 3-drive pattern fyrir retail tradera. En sem sagt fyrir ofan buy side neðan sell side, þá myndum við byrja að telja akkurat 1, 2, 3. Af hverju vel ég þessi 3 kerti út af því að þetta swing high, þetta swing high, þetta swing high. Þannig að markari reyndi einu sinni, kom aftur niður, 2 svar, kom aftur niður, 3 svar. Akkurat í 3. skipti þá kann að snúa sig við. Munið, þið telji alltaf fyrir ofan buy-side liquidity-ið, ekki, þú veist, ekki til dæmis þennan hérna. Við teljum ekki þennan með út að hann fyrir neðan þetta buy-side liquidity, því að þá ætti hins vegar markarinn að hætta hérna, en út af því að við erum að telja fyrir ofan, þá það akkurat þetta kerti hér. Þetta actually lítur út eins og fucking kerti. Það grjóthart. En allavega, við myndum ekki telja þennan gæði hérna, við myndum telja fyrir ofan. Þetta ekki swing high, ekki þetta. Ok, þetta swing high, 1. Næsta swing high, 2. Síðasta swing high, 3. Og lokum aftur niður. Ég skal sjá hvort ég finn eitthvað annan dæmi fyrir sell side. Það örugglega rosa sjaldgæft á daily timeframeinu. Það örugglega ógeðslega sjaldgæft á daily timeframeinu. Því að, þú veist, markan alltaf á uppleið. Það svolítið svona. Það ekkert sell side hérna. Þú veist, við gætum talið þetta með þetta svolítið gróft, sko. Ég veit ekki alveg hvort ég fíla þetta. Sell side, en það væri þá, það væri það akkurat
1, 2, 3 og svo aftur upp. Svolítið gróft sko, það er ekkert annað swing low hérna, ekki þetta. Þetta er bara, þú veist, ég myndi ekki, jú þetta er intermediate turbo low, þannig að þetta er svo sem alveg solid cell-side liquidity, en þú veist, það er væntanlega betri cell-side liquidity hérna og jafnvel hér sko, þetta er líka cell-side liquidity, þannig að þá er strax þessi út úr. En á daily time frameinu er þetta svolítið erfitt að finna sko, að vera að finna swing lows, 3 little endings. En já, þetta er svolítið þetta 3 drive pattern að, þú veist, hérna fyrir ofan, þá fyrir svona stór moves, þá væri við ekki að telja öll swing, út af því að þið sjáu að það er swing high hér, hér, hérna, líka hér og að lokum hérna. Þetta er eitthvað svona svolítið mikið að swing highs, þannig að það sem við myndum telja eru þessi stærstu swing highs, þessi stærstu 3 drives, og við gerum það líka á 5 mínúna timeframeinu, að við myndum alltaf telja þessi stærstu, þessi áberanlegu swing highs, það var akkurat 1, 2, 3 og lokum niður. En þegar kemur að svona dæmi, þar sem að við erum í erfiðleikum að koma okkur ofar, þá teljið þið hvert einasta 3 drive. Ef við fyrir bara 15 mínúna timeframe og skoðum, þú veist, intraday, þá myndum við akkurat fá sko, maður svo alveg að draga út að förum hingað. Þú veist, eins og hér, ef við drögum bara út hérna, þá myndum við akkurat sjá sko, headsetin drapa á sér. Þú veist, við myndum akkurat sjá 1, 2, 3 og lokum niður. Þá svolítið skoðari sko nálast inn í consolidationu. Á daily time frame, það stóður stóra ramman, allan fjandan, varandi 3 drive eða 3 little endings patterni. En þegar kemur að intraday trading, þá þarf það að skoða consolidationu, fatið. Stórt, það skoðið alla myndina, consolidation, þá zoomið svolítið bara inn, þú veist. Við erum að consolidate hérna, við erum í erfiðleikum að koma okkur ofan, þannig að það skulle bara zoom in og þetta er allt sem við teljum. Og þá er væntanlega rosa auðvelt að velja bara 1, 2, 3 og að loksins niður, þá höldum við áfram niður. Og ef við finnum aftur, þú veist, eins og hérna, zoomum bara inn, þetta er allur ramminn, við erum að consolidate hérna, þá er þetta akkurat bara 1, 2, 3, aftur niður. Zoomum inn, þetta er svolítið, ok, við erum ekki alveg zooma svona mikið inn, aðeins og gróft hér. Já, 3 drive, það er örugglega eitthvað 3 drive hérna, ef við kannski frá 5 mínútunar. Halló? Það er örugglega eitthvað 3 drive hér. Ég myndi örugglega að segja sko, þessi og þessi, þetta væri mitt 3 drive, þið getið eitthvað valið þennan og þennan, þetta er líka 3 drive, því þetta fer ekkert mikið hærra hér. En já, þegar við erum að skoða, þú veist, eins og klukkan hérna 14:20 til 15:25, þá myndir við væntanlega bara zoom in það sem þú ert að skoða eins og er. Allt hitt hérna til hliðar myndi ekki skipta máli, eða það er reyndar ekki hérna til hliðar, það myndi ekki skipta okkur máli, en þú veist, þegar við erum að daily time frameinu, þá viltu svolítið vera að skoða, þú veist, ok, hvað er hér og hvernig getum við skoða þetta betur. Og ef við erum að skoða, þú veist, hérna, hvað er hérna til vinstri og hvað getum við skoða það betur, það er akkurat bæsætir hérna, ok, 1, 2, 3 niður hér. Þannig að það sem við myndum þá búast við með 3 drive patternið, ok, við erum að mynda 3. swing high hérna uppi, þannig að við myndum bíða eftir að swing high myndi myndast, ok, það er akkurat A, B, C kerti, þetta er þá swing highið, þannig að við myndum ekki byrja að leita að seljast heldur en eftir þetta kerti hérna. Þannig að á þessu kerti hér, 15. júlí, þá myndum við leita því að selja til að ná þessu múfi hérna, þessu droppi hér. Fattið, þannig að við myndum þá bíða eftir að kerti myndi mynda swing high. Við varum ekki að selja 12. júlí, fattið, við myndum byrja að leita að selja 15. júlí, ekki 12. því að þá er ekki búið að myndast þetta swing high. En ef leiða þetta swing high myndast, þá myndum við leita því að selja, ok, previous day high tekið út, ok, við getum skoðað að seljast.
ég vona að make a sense. Allavega, ég heiti Ásmundur Ari, betur takk þessu gott að pissa og virkilega gleðileg jól, fæst allt komandi ár, takk kærlega fyrir mig 2025, hafið það gott.